Það var þetta komið. Já, það er komið. Ó, er þetta komið? Ég er allt komið. Good morning, team. Yes. Good morning, dear. Það var Mary Cheney hérna fyrst. Mary Takk Cheney. Yeah. Sýndu Mary Cheney. Okay. Seen it. I want to show you my friend. Good morning, team. And happy Wednesday to everyone. I want to show you my Team friend. Midweek. You guys know, Listen open those to hearts, this lift them guy. up. Yeah. Have this fellowship time with our Listen Heavenly to Father, him. our Lord and our Savior, Jesus Christ, our brothers and sisters right on this team. Let's draw that strength. Let's pray. Heavenly Father, we come before you this morning. We come gathered together as your children, Father, as your hands have gathered us together. And as always, Father, we are humbled to be in your presence. With open hearts, we come before you, seeking your will, your word to be etched upon our lives. Father, your will be done Ekki á on earth as Ég it is að in láta heaven. hvern. Já, And we jú, thank you það var for svona, your já, love, sérstakt. your mercy, your grace, your peace, your comfort, your patience, your blessings upon our life. And we thank you for the most precious gift that you have given us, the gift of your Son. Mjög gott, sko. Ég bið ykkur að hlusta á bróður minn hér sem ég var að sýna ykkur. Mary Cheney. Mary Cheney og... Já, getið fundið hann í story og ítið á það og þá finnið hann strax og við erum ekki hér hérna. Veitu, Hérna glemdist. þetta glemdist, veitu... Það er eitthvað að stoppa. Eitthvað að stoppa. Svona. Live, Hei. live. Nú er komið hana. Live. Ég ætla að sýna hérna, Mary Cheney. Já, sýndu Cheney. Hérna, veist að minn mistist aðeins úr. Good morning, team, and happy Wednesday to everyone. Our team midweek. You guys know, let's open those hearts, lift them up. Grab this fellowship time with our Heavenly Father, our Lord and our Savior, Jesus Christ, our brothers and sisters right on this team. Let's draw that strength. Let's pray. Heavenly Father, we come before you this morning. We come gathered together as your children, Father, as your hands have gathered us together. And as always, Father, we are humbled to be in your presence. With open hearts, we come before you, seeking your will, your word to be etched upon our lives. Father, your will be done on earth as it is in heaven. And we thank you for your love, your mercy, your grace, your peace, your comfort, your patience, your blessings upon our life. And we thank you for the most precious gift that you have given us, the gift of your Son, our Amen. Amen. Þið getur fundið hann í story hjá okkur. Já, and Þá linkast hann bara strax inn. I ask you to Story. follow the team there that we have. Yeah. This is my friend and my brother in Christ. Yeah. And we have been here for 6 years, and I've been on the team with Mary Cheney for 6 years, spreading the good news. Yeah. And then you can go on Ken and show Ken. I want to show you Ken. Ken McDonald, my friend, and he's spreading the good news. And I want to show you a picture of him. And it's good for you to listen to these. Well, brothers and sisters, God bless you. God bless your families. Let's get into this word, amen? So check this out, brothers and sisters. When I was in prison, man, you know, I was wicked, a pagan, a hater, lying, cheating, stealing, cursing, cussing, and hating on Christians. You feel me? And brothers and sisters, what's wild, man, is I would meet these Christians, man, especially early off in my prison sentence, man, and we'd end up growing up together.
And I would notice certain things about them, man, how they conducted themselves. I never seen them at the poker table. I never really seen a man drinking or smoking, cursing, gossiping, doing these things over all these years. So when a new cat would come up, oh man, there's a Christian, I'd be like, hey, hold up, man. Don't talk bad about that dude. That's my friend. Even though I thought he was a fool. And what's wild, brothers and sisters, is that it changed my conduct around him. And now as a Christian, I understand exactly how he felt at the time, because now people around me, brothers and sisters, they don't want to cuss anymore. And it's such an easy thing. You usually do it. We do it all the time. I used to love it. But we do it all the time. But it's one of those things that right when you do it, you can catch yourself and say, my bad, Father. My bad. And watch what happens. It's the small thing that you can stop, but yet it's one of the most poisonous, weaponized things that you have on your body, your tongue. And brothers and sisters, when you make that change, people around you are going to change. And if you can change people in such a manner, in such a small way, imagine if you put all your effort into containing your sins. Check this out. 1 Peter 2:12. Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Brothers and sisters, you can have a beautiful life conducting yourself in a beautiful way towards others and yourself, and enjoy what the Lord continues to bless you with for living in the Spirit. Amen? Amen. Man. Let us all love each other the same way the Lord loves us. It's eternally. God bless you, and God bless your families. Já, amen. What up, brothers and sisters? Amen. God bless you. God bless your Love families. postunum. Let's get into this word. Ég skal posta um story. When I was in prison, man, you know, Yeah, I was Ricky the bacon, a hater. There's life. It's like Mel Cheney. He spent a lot of time in jail, and he got saved in jail, and he was named the baddest Hells Angels guy in the world, and very, very strong guy. And Ken, he was 18 years old when he shot some people, and he spent 29 years in jail. And I needed answers from God, and I saw him. I was looking for an answer from God, and you see behind this painting, there's you see the wood on this is in my kitchen, and he was in the same kitchen with the same wood like here, and I went on and I listened to him, and he was just coming out of jail after 29 years. He was not supposed to come out of jail, but they let him out, and he was the first inmate that got the thing, like he could travel around America, all around America, not restricted to stay in the state, and Svo Siggi bara svo stór, ég kemst ekki lengra og sko. Ég alveg klast, sko. And he was because when you go out of jail, you have to stay in the state, and you have to go to a parole officer and do these things.
but he didn't have to do these things, and because the governor gave him a free, he could go wherever he wanted, because what happened to him, and he was a pagan preacher, and he was over a gang and in prison, the worst kind you can imagine. And he got all the signs inside of this, and he was controlling guys doing things that he was, yeah, the baddest of the baddest. To be in that gang, you had to be alpha male, and you have to be the strongest of the strongest. You have to be the baddest of the baddest. And I saw him, and I contacted him, and he was just getting out of jail, and he answered me, and we started talking together, and because we are characters, like same characters in our minds, it's sometimes you link to a person because he's the same character as you, and we have been best friends since he came out of jail in 2024, and always stay in contact. And now he's a preacher, and his life God has done so many things for him, because when you go out of jail, you get a bad job, nobody wants you around, and blah blah blah. But he got to be a fireman, and he got a very high salary, and God blessed him. Like God provided him with everything, and he has a beautiful wife, and one thing that's his wife is her brother is the most famous Christian singer in the world. Mhm. And Það er Sam Smith, nei ekki Sam Smith, byrju. Put his name in there. Þetta á að vera alveg inn í hausnum. And everybody knows him. I lose control, byrju hvað byrju. His name is. Byrju, nei hættu. I've listened to him, and Teddy Swim. Teddy Swim, Teddy Swim is her brother that is the wife of Ken, and this has been, and he is very religious guy. Famous, yeah. And you cannot go higher in the Christian. Nei, good singer, eða svona. You cannot go higher in the because he won all these trophies and all these Grammy awards for best singer of the year, all these things. God very he blessed Ken in a lot of ways, and Ken invited me to go to his wedding. But I'm in Iceland, so I wanted to go, but I couldn't go to the wedding, so he
made a decision that he was not gonna have it like this, and so he had it just with his wife and the preacher, and he didn't because he couldn't invite me because I was not going. Then he just like, I'm gonna get married. I'm not gonna hold any celebration like this. I'm just gonna get married, Siggy, and when you come to the States, and we are gonna have a great time, and because you cannot come to the wedding, so he didn't hold a big celebration. And so he changed everything, and I love Ken. Ken is beautiful Yeah, we person. have to tag him in this. And it's very bad when Yeah. you are young and you're a wild guy, and his mother was a pagan sorcerer, and he was brought up in this bad neighborhood, like everybody shooting everybody, and Yeah. and he was just 18 years old, and he got 70 years to life for shooting some people, and he was never thinking about leaving jail because this was just his life, and he just liked his lifestyle because he was in high ranking, and he didn't know anything better because he went so young inside jail, and see the things when he comes after this, when he is 46 years old, 47 years old, and he's coming out of jail after all this time, and seeing all these things that he was missing because he was just like, his mind was just, I'm just gonna die in the jail, and this is my world, and this is what happens to your brain if you stay too long time in jail. Your mind goes like, your brain is just gonna be a institute. You just don't know anything better, and this is very sad. And when he came out, and he's saving people, putting out fires, and doing all these things, and he's beautiful person, strong guy, Yes. like Mel Cheney, very strong guy. Strong. Both with beautiful heart and very big heart. Big heart, yes. Yes, and see when they changed like this, and this is so beautiful, and this is so pure from God. Yeah. Because like there was no water there was just a jail cell, and he got saved, and I recommend that everybody listen to his story because wow, testimony. His testimony, because he had the experience with his cellmate that an angel came into the cell, and he was looking behind his cellmate that he was putting up laundry, because they could not do the laundry in the jail, because if they put it there, the laundry came all dirty, so they had to do their own laundry in the jail cell, and he was looking behind him, and he saw this glowing person behind him, and
and he had never seen a so beautiful person. He was just glowing, Yeah. and his cellmate, he was trying to take him to the pagan thing, and but he knew a lot about the Bible, and because he had a different upbringing, but he was a cellmate that had life sentence, and he was not going out of jail, and he's still in jail, but he looked at Ken, and he was like, Ken was like frozen because he was looking at the guy behind his cellmate, and then his cellmate turned around and was checking out what Ken was looking at, and then he saw the angel too, and he jumped into the bed with Ken. He was like frozen and looking at this angel there, like, because this was just a person, not with wings or nothing like this, was just glowing with like gold, and he was just glowing. It was not like he was a white person, black person, nothing like this. He was just beautiful, glowing person. And this happened in December on that date, and 1 year later he 1 year later he was with his cellmate, and he was drinking, going because he was thirsty. He was going for a drink of water, and he took the water cup and he drank from the water cup, and then he fell on the floor and he had a heart attack, and he died in the cell. And his cellmate tried to get his heart to start, and he kicked the door and screamed, man down, and it took them like 7-8 minutes to come to the cell, and he's been there for 7-8 minutes dead on the floor, and they started to try to make try to get his heart to start, but nothing happened, and he was dead for over 20 minutes, and they got him to hospital, and he woke up there, and he saw things that changed all his life, and it's a beautiful story, and I've listened to many things about people telling about they've died and done this and blah 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 blah, and this story is when I was listening to him, this was so true, and because when he was telling me things in the story, what he saw and all these things, that reminded me of the bad person that he saw there. Is like when your dad look at you and you have done something wrong, and you're trying to take your eyes away from your dad, but he's looking at you, and you have to look at your dad, and with these evil eyes, like, hey, you done
bad things, and you know the feelings that you guys who have had that experience, that when there is like he wants you to feel a little bit of punishment. He goes through all these things, and you can listen to this. I have it on my Facebook. This his testimony, but you have to go a little bit further back, and you can see that. But go in because he has made a lot of testimonies about these things. But this testimony, when he's in the kitchen talking about this, that's the most pure thing, because this was his first testimony about the thing, what he gave on TikTok. Nej, Yeah, YouTube. YouTube. Yeah, YouTube. On YouTube. And yeah. it was on YouTube. And Var you saw it? Er ekki minn sem þú sást? what I saw. And Já, þetta sem... and I had questions in my heart that I needed God to answer me, and God talked through Ken, and Amen, yes. and God talked to me, and I went and I called Ken after that, because I had sleeping, like I told, I had a sleeping problem, so I didn't sleep, so I was always listening at night time on always learning, finding something. I was always scrolling through things because I wanted to know a lot about. I like history. I like a lot of things. I like to know a little bit about everything. That's just me, and it's like I say, don't be making opinion about something that you have never tried. Yeah, true. And that's why I always did when I was in my life. I always tried everything one time. Some things were not my cup of tea, but I tried them because if somebody was talking about something, I wanted to Experience. know that I could talk to him because I got the experience. It's very, when people are talking about something then that they have never gone through, and that's like, Talking to what? no, just talking with your ass. Like I say. Yeah. You don't have the experience, you haven't gone through this, so why are you talking about something you know nothing about? It's like people talking about going to jail, this, and like that, yeah. And they have never been in prison, and they don't know what they are talking about. They're always talking about, this is a summer camp here in Iceland. No, it's not a summer camp. Because different when you go in jail, I've been in other countries, when you go in jail in other countries, you go in jail and there are 40 guys in the cell. And then you're not alone. But when you go in Iceland in jail, you're alone. You're just yourself, and you are isolated in the green cell, and that's much worse than sitting in a cell with 40 other guys. But it affects some people that are going inside the jail with
killers, all these guys, and some people get very scared of the other people. But if you're a little bit of alpha male, then it doesn't affect you, then you just start to talk, and that's a summer camp. Já, eins og Örvar vinur þessi. That's It's different between knowing the way and walking the way. yes. Já. And that's a summer camp when you have a lot of friends to talk to and spend time there, and it's a different thing when you just have to look at the wall, and that's why people go crazy inside of Gale in Iceland, like we have, like Sævar Chelsea. He was here for everything, every rule was broken, and like we have Antwerp, we have Burke, a lot of people, and Siki and all these guys, they have broken rules and putting people isolated for many, many months. And it's scientifically proven that if you spend alone inside of a cell for 30 days, your brain, if you don't have the right brain, you're gonna confess on your mother that she did something, and because your brain breaks down. But this is not made for everybody. This is just the strongest go through this, and I've been there, and that's God is good. Amen. And that's very good when you have God, when you're in prison, and it's good because you're allowed one book inside the cell. You can have the Bible. Amen. Amen. You can have the Bible. That's one thing they cannot deny you of. You can have the Bible and read the Bible and pray. And you have God with you, and you can spend time with God inside there. And you have Him to give you strength to go through the time when you are inside the isolation. Isolation is the worst thing. It's not the prison thing, but the isolation thing is the hard time. What to do when you go to jail. Yeah. Alveg rétt að people don't know when they have been taking all their rights away, and they don't know when you don't have any right, and you're just stuck in there, and they try to, when they are interrogating you, that they try to let you think like 24 hours is like 4 days. They do this to try to make your mind feel like you have been spending a lot longer time in there. They do this. They try to break you, and that's why. Frændin var þess að var í einangrun 17 mánuði í Svíþjóð, kynntist Guði þar. Amen. Já. Amen. Halleluja. Óskar, vinur minn, hann veit alveg hvað ég er að tala um. Frændin var. Frændi minn, og við hérna frændurnir eigum, og þú veist,
eins og frændi minni, þetta er 12 ára á Spáni í fangelsi og spænsk fangelsi ekki góð fangelsi og einnig í Brasilíu að fangelsi þar ekki góð. Það svolítið svona, það alveg hardcore og ekki glæsileg. Og því á fólk ekki vera að segja eitthvað sem að hefur ekki upplifað. Ef þú hefur fólk að tala dauða og eitthvað og heldur að vita eitthvað hvað það og fólk heldur að viti hvað það að hafa valdi dauða á einhverjum og eitthvað að tala það og veit ekki hvað það að það agalegt að upplifa. Most people find God at the lowest point. I was no difference. Já, amen. Amen. Það rétt. Það rétt. I was at my lowest. Then God found me because I had no escape, because I was gonna finish my life, because my life was finished, because there was no solution for me, and God took all these things away, and I was just standing there and I was just like, wow, God, I saw God. That's my experience, but everybody got their experience, how they meet God. Amen. Amen. And I got the strong one, and God made my thing beautiful, and that's why nobody can tell me God is not alive and He's here. Nobody can change that. But I went on a little bit of sidetrack of doing following money and doing with strip clubs, all these things I did, but I was no, this was after I got saved. Yeah. After I got saved, I started, because something happened in my church, and I was a Baptist pastor, and I went off track, and I went to the old ways, and I just said, okay, because I was Baptist pastor, then I just said, save my God, be good to my children, and because then I believed in hell, and so burn me in hell, but spare my children, and because that was my belief then, and that's not my belief now, because I know God's, Amen. because this was what I was taught in these culture things, and so I judge myself, and like God tells me, don't judge yourself, and that's how it is. And now we are going through Proverbs, and this is just wisdom. Elsku þig líka, Óskar minn, þú ert yndislegur. Þú ert gullið okkar hérna og tæknimaðurinn okkar, Óskar tæknimaðurinn okkar, bara svo ég viti að því að
Óskar tæknimaður okkar hérna, lætur okkar alltaf vita. Hann er myndavélinn og hljóðið og allt Já, og passar að útsendingin sé í lagi hérna fyrir okkur. Amen. Amen. Svo við erum tímina og við vinnum öll saman. Já. Amen. Og Óskar okkar tæknimaður hér og fylgist með útsendingunum og passar að þetta komi allt til skila vel til ykkar. Amen. Amen. Og þar af leiðandi að hann ómissandi hér. Já. Og Guð gaf okkur hann og Amen. 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 Við Óskar höfum margar sögur. Já. Það okkar tímum og svona. Við vorum komin hvert? Við vorum... Við byrjum að kafla, 1, 2, 3 og 4, nú erum við 5 og 6. Yeah, we're gonna read chapter... Varstu lausláta konu? Já. We're gonna read chapter 5 and 6. Og kaflinn heitir Varstu lausláta konu? Varist lausláta konu, but I wanna talk a little bit about this. I gotta mention something about this because the Jewish people they went a little bit through our scripture and like they wrote the New Testament in Greek and they told us that this is the original thing was written in Greek, but Caesar was from Rome, and do you really think he was gonna read the Bible in Greek? No. He read it in Latin. Of course, his language. His language, same as me. If I was a king or whatever, and I was letting some scholars and do the scriptures, I want to have it in Icelandic so I understand everything. Yeah. So you see how the people have been changing our ways, and then they told in 500 Augustinus he put it in Latin, but this is not right. But this is how things have been done through the history. Yeah. And remember, God loves you. Yes. Without condition. Amen. Amen. And there is no obligation to be a Christian man. And this about varist lauslátar konur. Yeah. Beware of. Beware of loose women. And this is a little bit because when you read the Bible, then you see all the Abraham, all these guys, they had a lot of women. And then they are talking about that, then they talk about that we are not allowed to be with women. And why did all these guys in the Old Testament have so many women? And if you were a rich woman in those days, like Cleopatra and all these women, you have had a lot of men. But this is not right. Like they are saying there that you are like a man with you're supposed to be a
whore guy if you have a lot of women, but all these guys have a lot of women, like Solomon, all these kings, they have a lot of, David, they had a lot of women. So it doesn't fit the things. It stands in the scripture. It stands in the scripture. Yeah. And I'm not gonna argue with the scripture. No. That's the truth. But people always take things out of context because women were in the old days at the same place as men. That's why Cleopatra was a pharaoh and she was a god in Egypt. And she was a woman. And if a woman was lower than man, she would never have been a pharaoh. And so you see, it's a little bit man is trying to control things. Because we are not more than a woman. Because we are all equal. Yeah. Amen. Had a little bit to do with if you had wealth, you could have more women. Same with wealthy women, they could have more men. And that's in the scripture. And that's just the truth. Had nothing to do with nothing. There is nothing wrong with sex. That's what God gave you for it to enjoy, and that's why He told us to multiply. Yeah. Yeah. That's why He gave me this beautiful, beautiful wife. Yeah. Amen. Amen. That's the truth. People always try to change things. Yeah. True. But like always here on Grace Church, we started with a little prayer that my beautiful, beautiful, beautiful wife is gonna start this with. Yeah. Eins og ávallt hér á Grace Church þá byrjar fallega kona mín sem svo fallegasta í mínum augum ég elska út af lífinu og hún byrjar þetta á litlum dæn frá okkur í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful Wednesday og allir segja amen á þessu yndislega miðvikudegi. Amen. Já, orki, Jesús. Við leggjum þessu stundu þínu hendi, Drottinn minn. Heilagur andi, biður þess að blessir varir okkar Sigga og gefur okkur fríð í huga okkar og hjarta okkar og líka þeirra sem eru heima og hlusta og horfa, Drottinn minn, og blessir okkur öll, Drottinn minn, á þessum seinasta vetradegi, Drottinn minn, og gefur okkur gleðilegt sumar. Halleluja. Það er gott að sumarið er að koma, Drottinn minn. Halleluja. Jesú nafni, amen. Og bara blessir okkur öll í Jesú nafni, amen. Og við ætlum að lyfta nöfnum með nöðuna. Við ætlum að lyfta upp Lindu, Sigurði, Kamilu, Jónu, Ómari, Söndru, Aniku, Ólífíu, Viktoru, Óskari, Örvari, Valdísi, Snjólugu, Ísabellu í Jesú nafni. Og Húbert og fjölskyldu. Já, ég veit. Já, allir fjölskyldu Húberts. Já. Blessa það. Já. Og Ragga og Gretari og Óskar, ég biðja fyrir ykkur. Amen. Takk, Óskar minn. Takk, Óskar. Og lyfta okkur upp líka. Amen. Og
við byggjum ykkur að lyfta þessum nöfnum upp til Guðs og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður sem þau eru að glíma við og blessa það sem blessa þarf og gefa þeim styrk Já. í þeirra aðstæður í Jesú nafni. Amen. And Yes, we ask you amen. to lift these names up we mentioned here and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and Yes. help them with what they are dealing with because God knows what they are dealing with and remember God always answers our prayers. Yes. In Jesus' name, amen, amen, amen. And now I'm going to start to read from chapter 5 in Proverbs. Já. Ég ætla að byrja í kafla 5 í orðskviðunum. Svo við fáum nú smá speki og Amen. til þess að skilja orðið. Já. Í Jesú nafni, amen. Jesú, amen. Son minn, gef gaum að speki minni, neig eyra þitt að hyggjendum mínum, til þess að þú megi varðveita mannvit og varið þín að geymi þekkingu. Því að hunágsseimur drýpur af vörum lauslátara konu og gómur hennar háli en olía en á síðustu hún beiskari en malur, beitt eins og tvíeggjasverð. Fætur hennar ganga niður til dauðans, spor hennar liggja til heljar. Til þess að hún hitti ekki leið lífsins. Eru brautir hennar á reiki og veit hún ekki hvert hún fer. Heyri mig því synir og vík eigi frá orði munnu míns, legg leið þína langt frá henni og kom þú ekki nálægt húsdyrum hennar. Svo þú gefur ekki öðrum æskublóman þinn og ár þín grimmum manni, svo að útlendingarmenn mettist ekki af eigum tínum og aflafé þitt lendi ekki í annarlegu húsi og þú andvarpir á loku. Þá líkami þinn og hold verslast upp og segir, hversu hef ég hatað að aga og hjarta mitt fyrirliti umvöndu, að ég skyldi ekki hlýða raustu kennara minna og hneigja eyra mitt til þeirra fræddu mig. Ég sjálf lá að ég hefði ratað að mestu ógæfu í miðjum dómtingi safnaðri. Drekk þú vatn úr vatnsstróðunni og rennandi vatn úr brunni þínum. Eigi lindi þínar á flóa út á götuna, lækir þínir út á torgin, þér einum skulu þér tilheyra og engum óviðkomandi með þér. Uppspretta þín sé blessuð og gleði þig yfir festar megi æsku þinnar. Elsku indin gemsuninni, brjóst hennar gjörir þig ætíð drukkin og ást hennar fjötrar þig ævinlega. En því skyldir þú, son minn, láta léttúðlega konu töfra þig og faðma barma lausláta konu. Því að vegir sérhvern manns blasa við drottni og allar brautir hans gjörir hans sléttar, misskýrir hins óguðlega fanga hann og hann verður veiddur í snöru synda sinna. Hann mun deyja vegna skort á aga, kolsteypast vegna sinnar miklu heimsku. Og núna ætla ég að biðja konu mína að taka kafla 6. Palli, nú er komin að kafla 6 og ég ætla að biðja að lesa hana. Já.
Ok, kafli 6. Varist að ganga í ábyrgð fyrir annan. Son minn, hafir þú gengið í ábyrgð fyrir náunga þinn, hafir þú gengið til að handsala fyrir annan mann, hafir þú ánetjað þig með orðum munns þíns, látið veiðast með orðum munns þíns, þá gjör þetta, son minn, til að losa þig, því að þú ert komin á vald náunga þíns. Farð þú, varpa þér niður og legg að náunga þínum. Láð þér eigi koma dúr á auga, né blund á brá. Losa þig eins og skógargeit úr höndum hans, eins og fugl úr höndum fuglarans. Far þú til mursins letingi, skoða háttu hans og verð hygginn. Þótt hann hafi engan höfðingja, engan yfirborðara eða valdsherra, þá aflar hann sig samt vista á sumrin og dregur saman fæðu sína uppskerutíma. Hversu lengi ætlar þú, letingi, að hvílast? Hvenær ætlar þú að rísa af svefni? Sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendur ögn enn til þess að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður. Varmenni, illmenni er sá, sem gengur með flátt skap í munni, sem deplar augunum, gefur merki með fótum, bendir með fingrum, elur fláfræði í hjarta sínu, upphugsar ávallt illt, kveikir illdeilur, fyrir því mun ógæfa skyndilega yfir hann koma. Snögglega mun hann sundur molast og engin lækning fást. 6 hlutir hata drottinn og 7 eru sálu hans andstyggð. Drembileg augu, lygin tunga og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar glæpsamleg ráð, fætur sem fráir eru til illverka, ljúfvottur sem lygar mælir og sá sem kveikir illdeilur meðal bræðra. Varðveit þú, son minn, boðar föður þíns að hafna eigi viðveru móður þinnar. Fest þau á hjarta þitt stöðulega, bind það háls þinn. Þegar þú ert á gangi, þá leiði þau þig, þegar þú hvílist, vaki þau yfir þér og þegar þú vaknar, þá ræðu þau við þig. Því að boðorð... Hvað? Já, því að boðorð er lampi og viðvörun ljós og agandi áminningar leið til lífsins. Og með því að þær varðveita þig fyrir vondri konu, fyrir hálli tungu hinnar lauslátu. Girnist eigi fríðleik hennar í hjarta þínu og lát hana eigi töfra þig með augnhárunum sínum. Því að skækja fæst fyrir einn brauðhleif og hórkona sækist eftir dýru lífi. Getur nokkur boðið svo eld í barmi sínum að föt hans sviðni ekki, eða getur nokkur gengið á glóðum án þess að brenna sig á fótunum. Svo fer þeim sem hefur mök við konu náunga síns, enginn sá kemst klakklaust af sem hana snertir. Fyrirlíta menn eigi þjófinn þó að hann steli til þess að seðja hungur sinn. Og náist hann verður hann að borga 7-falt. Verður að láta allar eigur húss síns, en sá sem drýgir hór með giftri konur vitstóla. Sá einn gjörir slíkt er tortríma vill sjálfum sér. Högg og smán mun hann hljóta og skömm hans mun aldrei afmáð verða, því að afbrýði er karlmanns reiði og hann hlífur ekki á hendarinnar degi. Hann lítur ekki við neinum bótum og fríðast eigi þótt þú ryðjir í hann gjöfum. Í Jesú nafni, amen. Smá það er alltaf eitthvað múslímatal Æ, ég er það pæli YouTube, Já, það kemur alltaf múslím Ok. Ég ætla aðeins að láta ykkur,
það sem að múslimarnir skilja ekki að Siggi, þú er svo stóra, það sést ekkert í mig. sko í Kóraninu það, ég er búinn að lesa Kóraninn og það sem að fólk er að tjá sig eitthvað múslima að það veit ekki múslimatrú og múslimatrú byggt á Tóranum sem byggt á Biblíunni og þaðan kemur múslimatrú og það kemur fram í múslimatrúnni að Allah sem þið eru að tala að Allah verður að segja Allah átti ekki son en Allah bað til Guðs. Þú ert svona að segja þetta. Allah, þetta stendur í Kóranunum. Já. Allah bað til Guðs. Svo ekki var hann Guð. Nei. Og þetta kemur bara fram í Kóranunum og bara svo það verður einu og þetta ekki lesi í Kóranunum og hann bað til Guðs og svo við höfum það á hreinu og svo ég verið að tala hér soninn að faðirinn, sonurinn og heilagur andi ein persóna, ekki 3 persónur. Það ein persóna, alveg eins og ég sál, líkami og andi. Faðirinn sálin, sonurinn líkaminn og heilagur andi andinn og þannig skapaði hann okkur í sinni mynd og þú getur ekki sundur við að neitta þessu sundur og það færðu þetta að hann gekk í jörðina, Immanuel, það þýðir að Guð gekk jörðina. Það að Guð varð að fara í líkamlegt form til þess að kenna okkur hér kristnu að kenna okkur hvernig við áttum að nálgast hann og hann var að taka á sig líkamlegt form til þess að kenna okkur. Þetta kemur allt í Nýja testamentinu og hann segir okkur hvernig við eigum að lesa Biblíuna. Við eigum að lesa hana eins og talar í dæmisögur. Þetta eru dæmisögur og þetta því sem þú getur teygt þig í öllum þessum sögum inn í svo margar aðstæður og alveg eins og hann gerði englana að þá gaf það þeim frjálsan vilja og þeir fóru og brutust gegn Guði og alveg eins og hann gaf manninum frjálsan vilja alveg frá byrjun sem kúltúrinn vill fara að segja að hafi ekki verið. Ef það hefði ekki verið þá hefði ekki geta verið freistað og Eva hefði ekki geta tekið bita á ávextinum og Adam hefði ekki geta tekið frjálsan vilja og tekið bita á ávextinum til þess að fylgja konu sinni. Örvar segir þetta bara, Jesús var heilagur spámaður samkvæmt múslimatrú og Allah bara arabíska orðið yfir Guð. Já, ég veit það, en Allah, það kemur fram í Kóranum, Allah bað til Guð. Svo hafið það á hreinu. Þú lest það í Kóranum, þá tekið tvisvar fram að Allah að biðja til aðra en hann. Og það kemur fram í Kóranunum og
þar með vitum við og Kóraninn er byggður á Tórunum og Tórurnar eru Mósebækurnar og þar er þetta á hreinu. Allah bað til Guðs og síðan kom Múhameð, en við erum ekki með sannanir fyrir því að Múhameð hafi verið til, en við vorum með sannanir fyrir stríðsmanninum Ali Akbar, og það var stríðsmaður og safnaði Arabanum saman og þetta var þurrkað á sínum tíma og sögunni, history og múslimar réðu hér yfir öllu, en þeir reyndu að fara inn í Spán, en þeir töpuðu bardána þar og það var til hruns múslimans og krossfararnir fóru niðrettir og börðust við múslimana og sigruðu þá og þannig er history og það er bara saga sem gerði það, en múslimar réðu hér í nokkur hundruð ár yfir öllu en þeir náðu bara ekki að fara upp yfir, þeir reyndu það en þeir náðu því ekki og töpuðu orrustunni og kristnir tóku yfir og það er sagan og þú breytir ekki sögunni, sagan er svona en það er margt ef maður les og lærir að þá sér maður svona hluti sem eru í og þetta er mikið nota gegn Kóraninum að þetta að Allah hafi verið að biðja til æðra valds en hann sjálfur og það er Guð sem er skapari alls og þannig er það bara og það er Guðinn sem við trúum á og það er Guð sem skapaði okkur öll og þannig er það og en svo hefur maður gaman að því að það er verið að taka þetta fram að kemur þetta fólk sem er múslimatrúar og segir hér hvað er verið að gefa ykkur trúarbrögð og bla bla, ekki að hlusta á trúarbrögð og bla 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 en það kemur hér og er að hlusta á okkur vera að predika orð Guðs og svona vinnur Guð og nær til hjarta þín sem ert að segja þetta að reyna að segja ykkur trúarbrögð og eitthvað hérna en þú ert að hlusta á Guðs orð og þá er nú ekki alveg að standast hjá þér þar sem að þú ert að segja að enginn eigi að vera að hlusta á einhver svona orð en þú ert að hlusta á þau og svo ert að láta út á þau líka í þokkabót svona vinnur Guð að fólk er að koma hérna reyna að segja ykkur það sem meikar ekki sens að ef ég væri ekki inn í neinum trúarbrögðum og ég vildi ekki hlusta á nein trúarbrögð þá væri ég ekki hér inn á að hlusta og
reyna að hafa einhverjar skoðanir eða láta inn einhverjar skoðanir hér þar sem að ég að segja að þetta sé eitthvað kjaftæði og það meikar ekki sens. En Guð að leiða þig að sannleikunum, svona leiðir Guð mann að sannleikunum og það maður aldrei að stoppa neitt í leit sinni að Guði. Það skiptir ekki máli í hvar hann að leita að Guði, hvort sem það í Búdda, múslimunum, hindúisma, hvar sem hann í einhverjum trúarbrögðum og hann að leita af Guði, að þá segir Guð að hann mun finna mig og ég má ekki sem kristimaður að stoppa hann í leitinni og því Guð segir ég mun mæta honum og því hvet ég fólk til þess að leita og þið munið finna því Guð segir að þú munt finna mig og hann bara já, eins og Guð kærleikur og Guð bara ást og hann elskar þig og hann elskar okkur öll og það ekki okkur að dæma hvar þú ert að leita og það hefur ekkert með það að gera og við erum bara að boða góðu fréttirnar að Guð elskar þig og vill allt fyrir því gera því þú ert sköpun hans og eins og ég segi alltaf að viska okkar bara í þessum bolla en viska hans hafið og þá meikum við ekki sens þegar við erum að reyna að koma hér að reyna að tjá okkur hérna eitthvað svona með fáránlegar skýringar en yndislegt að hafa hérna á að þú hérna ert að hlusta og ert að reyna að segja eitthvað en þú ert að hlusta hér á mig tala í nafni Guðs og heilagur andi að tala til þín og hann að hafa áhrif á þig og hvernig sem þú bregst við því í þínu hvernig þú bregst við því að það bara yndislegt að þú sett að reyna að láta út á þetta en þá ert að tjá þig Guð og Men, Guð góður. Guð góður. Halleluja. Svona notar Guð og sýnir og eins og við erum í orðskrifanum hérna hann kennir visku að þegar þú ert að gera þetta þá ertu að tala Guð Já. og Guð blessi þig. Amen. 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 Halleluja. Guð, halleluja. Já, það er svona. Halleluja. In a mysterious way he works. Yeah, he works in a mysterious way. Herru, en þá komið að því að við spilum þetta fyrir ykkur á ensku og við spilum alltaf King James 1611 en ég myndi vilja spila eldri bíónar en ég fæ það bara ekki á ljósnaldu og ég verði að láta mig næja að spila þetta King James 1611 Örvar að segja, nei, alls ekki að sitja út af neitt, bara læra. Já. Ja, bara að læra. Amen. Amen. Rétt og inn, bara að læra. Nei, Örvar. Örvar, já, bara að læra. Amen. Amen, við erum bara að læra, við lærum.
Við lærum. Guð kennir okkur. Við erum ekki að setja út á neitt það. Guð segir við okkur, við megum ekki dæma. Og hann kennur okkur allt þetta og svo alltaf kúltúrinn að fara að segja það að Guð ætla að fara að dæma okkur. En Guð kennur okkur að við megum ekki dæma. Við megum ekki eins og dæma okkur sjálf. Nei. Og svo ætlar kúltúrinn að fara að segja það að Guð ætla að fara að dæma okkur. Nei. Hann er ekki verið að dæma neitt, því hann kennur okkur hvernig við eigum að koma fram við náungan. Við eigum að elska náungan eins og sjálf okkar og einnig eigum að elska óvini okkar eins og sjálf okkar. Ef við eigum að elska og gera allt þetta fyrir Guð og dæmi ekki neitt og þá gildir það sama hjá Guði til okkar að hann er að staðfesta sem náðin sem að þegar hann tekur út lögmálið sem að kústurinn er alltaf að reyna að halda í að það sé eitthvað lögmál hérna. Það er ekkert lögmál. Kristur tók það í burtu og leta náðin í staðinn út af því við eigum að elska og við eigum að elska náungan og við eigum ekki að dæma neitt og það er því Guð hefur aldrei látið lögmál yfir neitt. Nei. Hann hefur ekki látið neitt lögmál yfir það neitt. Hann hefur bara sýnt okkur ást. Amen. Hann er kærleikur og kærleikur. Lesum kærleikan í Korinthubréfinu. Kærleikurinn dæmir ekki. Hann hrókast ekki upp. Hann gerir ekkert af þessum hlutum sem Fyrir Korinthubréf 10. kafla eða ekki? Jú, sem kúltúrið ætlar að reyna að fara að segja að hann sé að gera hér í Gamla testamentinu út af því að þegar þú lest þetta í þessum dæmisögum þá sérðu það að mennirnir eru alltaf að láta á sjálfan sig og biðja hlutina. Já. En það er ekki Guð sem er að gera þetta eru mennirnir sem er að gera þetta. Já. Mennirnir velja, svo Eva valdi þetta og Adam valdi þetta, Cain valdi það, að gera Adam þetta. Þetta er allt mennirnir sem er að velja að gera sjálfum sér eitthvað og það er bara þannig en Guð, hann kom ekkert, mennirnir báðu Móse að fara upp á fjallið því þeir vildu fá lögmál yfir sjálfan sig og fá regluverk yfir hvernig hlutin er hægt að vera. Alveg sko. Það var ekki Guð. Nei, Guð bara náð. Halleluja. Ekki bara, hann er náð. Hann er náð. Amen. Því Guð kom hér niður sem er verið að reyna að búa til einhvern veginn að vera manngera. Guð kom og staðfesti fyrir okkur að hann væri náð og hann er kærleikur og hann getur ekki dæmt neitt því að hann bjóði til og hann situr uppi með sköpunarverkið sitt, hann elskar sköpunarverkið sitt og vill það bara besta fyrir þig og vill það besta fyrir okkur að við tökum út að við erum með hann frjálsa vilja að við látum að þessum óvinn okkar sem er þessi frjálsi vilja að reyna að vera meiri en einhver annar alveg svo þegar fólk er að tjá sig hérna eitthvað rugg sem er þeirra frjálsi vilji að tala hér sem meikar ekki neitt. Nei, meikar engar sans. Nei, þetta snýst bara kærleika. Amen. Hvernig er best að skilgreina náð? Náðin er Korsfestingin og náðin er þannig að það er alveg sama það er alveg sama
hvað þú gerir í lífinu, að náðin yfirhylmar allt. Já. Alveg sama hvað þú hefur gert ljótt í lífinu, að náðin, hvað er náðin? Að hann yfirhylmar allt. Já. Út af því að hann elskar þig svo mikið og það er náðin. Við erum undir náð að þegar við gerum mistök að þá yfirhylmar náðina, út af því eyðum við ekki tíma á njánum að biðja fyrirgefningar eða vera með pískil sjálfum okkur að reyna að refsa okkur sjálf að við séum ekki nógu góð og það er ekki náð. Þá erum við að gera í eigin mætti með okkar frjálsa vilja til þess að fara að refsa okkur fyrir að við séum ekki nógu góð. En náðin segir að við erum 100% fyrir honum, út af því hann sér okkur hrein, því Kristur dó fyrir allar syndir okkar. Hann sér ekki það slæma sem við höfum gert, því hann sér bara það sem er lambið og lambið er hreint, því blóðið yfirhylmdi syndina og blóðið er hreint og þá sér hann þig hreinan og hann elskar þig. Það er náðin. Í Jesú nafni, amen, amen, Amen. amen á þessum yndislega miðvikudegi. Play. Play. Proverbs 5. My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell. Lest thou shouldst ponder the path of life, her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house, lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger, and thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Let them be only thine own, and not strangers with thee. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind, and pleasant roe. Let her breasts satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. Proverbs 6. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. These 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life, to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So, he that goeth in to his neighbour's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore 7-fold. He shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. For jealousy is the rage of a man. Therefore, he will not spare in the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. Í Jesu nafni, amen. Það sjötti alveg. Það var sjötti alveg. Það ekki? Jú, það var sjötti alveg. Ok, hvað? Jú, það var sjötti. Ok, ég ætla að svara hérna spurningu. Ég lagði hérna spurning sem röng. Maðurinn var á jörðinni fyrir 2000 árum áður en Biblían fullir að Guð hafi skapað heiminn. Fornleifafundur DNA og sannana það án efa. Þetta mögnuð saga og nokkrar sannana á bak við hana. Þetta ekki rétt hjá þér og því að það var gerð rannsókn hér núna fyrir stuttu síðan að það var gerð stærsta rannsókn hér í heiminum og það var fundið upp hvenær jörðin og
það eru árur hér á jörðinni og hvenær jörðin var til og eða hvenær líf á jörðinni var til, líf á jörðinni. Færasti lífefnaverkfræðingur í heiminum, pluss hann mikið meira lærður en þetta. Þú farið á Tucker Show og hlusta á þennan mann. Hann gyðingur og frelsaðist og kristinn maður í dag. Og hann þeir lífefnafræðingar komast allir niður á sömu niðurstöðu að fyrir 500.000 árum síðan var allt líf á jörðinni til svona og það ekki til neitt að það hefði verið neitt svona að hafi orðið umbreyting á manninum og það hefði orðið þróun og fólk hafi breyst eitthvað og dýrin hafi breyst og eitthvað þannig. Það var ekki þannig og lífefnafræðingar eru búin að rannsaka þetta og þetta var ekki fyrir 200.000 árum, þetta var fyrir 500.000 árum síðan að maðurinn var til, alveg eins og öll trén og allt, ljónin og öll dýrin, þetta var allt til fyrir 500.000 árum síðan og lífefnafræðingar eru búin að sanna þetta, en þetta skeiði svona og sem staðfestir að Guð hafi skapað heiminn svona. Og það eru gyðingar sem eru menn sem eru að reyna að segja það að jörðin hafi verið sköpuð hérna fyrir 5.800 árum síðan en sem við vitum þetta bara bull og það bara maðurinn að reyna að fylla upp í eitthvað sem skiptir engu máli en Guð skapaði fyrir 500.000 árum síðan og þarna var allt líf, þetta stærsta rannsókn sem hefur gerð í heiminum og þarna var allt líf til og ekki snúa eða svara þessari spurningu og þetta snýst ekki hjá okkur kristnum mönnum það að einhver gyðingatrú sem gyðingar eru að reyna að staðfesta einhverja hluti sem standast ekki neitt en þetta bara maðurinn að reyna að fylla upp í eitthvað hjá sér því þeir eru svo eins og þessi fariseer þetta er farisei sem að gera þetta og staðfesta það fyrir 5.800 árum að heimurinn átti að vera til en þetta er ekki rétt og þetta fyrir 500.000 árum síðan þá var allt líf til og það skeiði svona og sem staðfestir að Guð eins og lífefnaverkfræðingurinn sem frægast í heiminum að allt líf var skapað á sömu stund á sama deginum búm. Það engin þróun á neinu. Það var bara allt til. Það var bara dýrin til, allt saman var bara til. Og þetta niðurstaða lífefnaverkfræðinga sem staðfesta að það hefði allt verið skapað hér á einu svona augnabliki
og það eins og með þennan færasta, þetta er færasti vísindamaður í heiminum og sem staðfestir eins og fyrir honum, þetta færði hann mun nær Guði og eins og hann, þegar hann frelsaðist, þá sá hann Jesú og fólk að tala um eitthvað, hefurðu séð Jesú, hefurðu séð þetta? Já, ég hef séð Guð og Guð birtist mér og það er bara misjafnt hvernig það er fyrir fólki og það er ekki eins og ég geti tekið hann hér og sýnt ykkur hann hér en eins og Guð segir að trú þín, að þegar maður trúir blind að það sé ægilega fallegt fyrir Guði að trúa blind, að þurfi ekki að sjá, eins og lærisveinarnir, þeir fengu að sjá, en þeir sem fengu ekki að sjá, að þeir eru meira blessaðir, því þeir trúa, því þeir fá fyllinguna sem er hér, sem þeir finna innan með sér, sem er sannfæringi á Guð. Amen. Amen. En þetta skeri fyrir 500.000 árum síðan og þessi rannsókn er rosalega ítaleg rannsókn og þetta DNA, eitthvað, ég veit ekki hvað nú fyrst þessar heimildiðinar sem að standast ekki neitt, þetta er bara svona. En svo við segjum, það kemur fullt af fólki og staðfestir eitthvað en er ekki búinn að læra nógu mikið og lærið og hlustu á lífefnafræðingana sem eru lærið í því að sýna þér hvernig lífið var til og við Guð skapaði bara heiminn fyrir löngu síðan og það er engin trúaður maður eitthvað að fara að tala hérna sko út af því að þegar þú tekur hérna ár hjá fólki, sá sem lifði lengst, það var sonur, það var afi Nóa og hann lifði 969 ár og við vitum ekki alveg sko hvernig tímatal var reiknað svona 100% í þeirra á þeirra tímum en það var bara eins og það er en Ínúk sem var rifinn upp til himna eins og hann var, hann lifði í 365 ár og sýnir svona eins og dagatalið okkar er 365 dagar og þetta er markilegt í þessu en við ætlum eitthvað að fara inn í eitthvað tímatal og eitthvað að gera eitthvað svona sem skiptir engu því að þegar þú lest Biblíuna að þá lestu tvær sögur og þá lestu upphaf sköpunarinnar og upphaf sköpunarinnar þegar hann býr til heiminn og það kemur engin dagsetning á því hvenær hann skapaði heiminn og síðan kemur önnur saga, þetta er srásaga, þetta er fyrsta sagan og svo kemur þessi saga sem er í aldingarður og við vitum ekkert hvað það var langur tími því að Adam
nefndi hvert einasta dýr í aldingarðinum og það eru öll skordýr, það eru öll dýr og það er nú aldrei tekið langan tíma fyrir hann að nefna öll þessi dýr og svo eignaðist hann Evu og við vitum ekkert hvaða langur tími það var og svo mennirnir eru að reyna að búa til eitthvað sem heitar ártal að það meikar engan sens. En lífefnafræðingar eru búin að sanna að líf á jörðinni var til fyrir 500.000 árum síðan og það skeiði samdægurs. Allt líf, allir fiskar, öll ljón, öll tré, allir menn hér, allt sem var til, það var til samdægurs. Það var engin þróun á neinu. Og það staðfestir að það var skapari sem skapaði okkur, sem staðfestir að Guð er til. Því hann er skaparinn okkar. Já. Hvað með Lilith. Lilith? Á undan Evu? Lilith? Nei. Hvað áttu með Lilith? Örvar að spyrja. Örvar, hvað áttu með Lilith? Hvað áttu með þýðingun á Lilith? Út af því að hann sakar það frá 91, út af því að sko allt er skapað strax og hann auðvitað skapar englana á undan manninum en hann er ekki búinn að skapa jörðina. Og Spurningur hvort Lilith hafi verið á undan Evu kemur ekki úr Biblíunni. Hún heldur seint út gyðingalegum þjóðsögum. já, Já. þarna ertu með það. Já. Þetta er þjóðsögur gyðinga. Þetta er þjóðsögur gyðingar. Þetta er þjóðsögur. Þetta er ekki úr Biblíunni. Þetta hefur ekki með Biblíunni að gera. Þetta eru bara þjóðsögur. Þetta eru miðaldarit gyðinga Já, og þjóðsögur. Já. þetta er bara eins og gyðingar eru, alltaf að búa til eitthvað. Já. Og við erum ekki gyðingatrúar og Ljúga því að Lilith hafi verið fyrsta kona Adams sem bara bull sko. þetta er bara bull. Þetta er bara eitt bull í viðbót sem er að láta inn. En þetta er ekki til í neinum ritum ferð í guðleg rit. Þetta er bara gyðingar eru búin að búa til rosalega mikið af vitleysu og alveg svo þau gerðu Skottfield-biblíuna og þetta var svona kennslubiblía og þú gast ekki farið og lært biblíukennslu. Þess vegna var ég rekinn út af Facebook. Út af Lilith? Út af Lilith. Já. Já, þú veist, við verðum að... Þetta eru gyðingar. Þetta eru gyðingar, út af því að gyðingar eiga stóran parkeð í Facebook og gyðingar eiga eiginlega alla miðla, alveg svo gyðingar eiga stóran part í Tesla og gyðingar eiga alla bankana og gyðingar stjórnvöld ég með mig og það er bara það. Það er að tala gegn síónisma. Tala gegn síónisma. Já, þú ert alveg gegn síónisma en hérna, sko, það er orðskilin að síónisma. Ég langar aðeins tala um síónisma, skilur.
Síðan þetta alveg fáránlegt sko. Þetta bara sko, síonismi er pólitískt þjóðernislegt hugmyndafræði sem snýst að gyðingar eigi rétt á eigin þjóðríki í sínu sögulega heimalandi sem er svæði sem kallast Ísrael og Palestína. Hugmyndin var til seint á 19. öld sérstaklega tengt manninum Theodor Herzl sem vildi skapa öruggt heimili fyrir gyðinga eftir mikla ofsókn í Evrópu, kjarni Síónar. Síónismi er bara gyðingur. Það er bara verið að tala gyðinga og sért einhver síónisma hatari þá er bara verið að segja að þú sé bara gyðinga hatari. Þetta er bara orðatúlkun sem eru að nota, þú veist, eins og alveg svo þetta þegar CIA gerði alltaf því að þegar þú fórst að ræða einhverja hluti að þá bygguðu til orðið samsæriskenningar. Þetta orð var ekki til. Nei. Það voru bara, þegar fólk var að gera rannsóknir og gera bara rannsóknir en þetta var aldrei flokkað undir samsæriskenningar. Þetta er bara eins og það er. Sko, eins og gyðingar er ekki bara trúarhópur, þetta er líka þjóð. Sko, það er, sko, þú getur ekki fundið, það er búið að gera rannsóknir, þú getur ekki fundið einn gyðing í dag sem þú getur farið með aftur til Davíð. Þú getur ekki farið með einn þangað. Gyðingar eru alveg svo tekið fram í Biblíunni. Guð var ekki sáttur því að gyðingar samblönduðust öðrum og þar af leiðandi var ekki lengur hreinn gyðingur. Og það er ekki til neinn hreinn gyðingur. Því að það er allt orðið samblandað og því er það þannig, það er ekki til neitt. There is no pure Jewish person in the world. There is no pure Jewish people. And this land that was given in 1901 from the British people that belonged to the Egypt people, Rothschilds. The English people gave it to Rothschild, but Rothschild paid $1 for the land. But the land was not owned by Jewish people, and that's a fairy tale. Og gyðingar hafa aldrei átt Ísrael, þeir voru með borg sem var Jerúsalem og voru þar og gyðingar fóru og gyðingar voru í Júdeu og fóru frá Júdeu yfir í Jerúsalem og þaðan kemur gyðingarnafnið. Gyðingarnafnið kemur frá Júdeu og þeir hér, þetta voru hebrear, voru í Egyptalandi, fóru síðan og fengu Ísraelslæt og kemur síðan þangað, fóru síðan til Júdeu og voru þar og fóru síðan upp og gyðingar fengu nafnið gyðingar út af þeir bjuggu í Júdeu og fengu nafnið gyðingar á sig í Júdeu og fóru síðan frá Júdeu og fóru yfir til Jerúsalem og voru þar og Salomon var gyðingur og gerði sitt heimsveldi og
annað en þetta var aldrei í eigu gyðinga því Egyptar áttu þetta land Já, og þannig er það en þeir stjórnuðu borginni í Jerúsalem já, og það er sagan. já. Jaha, það er sagan. Halleluja. Förum ekki á langt í þessu. Hann er bara að meina Ég er á mikið stundum, ég þekki sögu þess, eins og þú talar já. Já, það er búið að eyða einhverjum 5 Facebookum hjá Elsku Sigga líka. Já, Elsku Sigga mínum, þetta er hrikalegt. það Missa allar þessar minningar og myndir og svona út af því, þið eru fróðumenn og viljið bara koma. Já, ég let bara fullt af sönnunum og fyrirlutunum og ég misti Facebooki minn. Já, I lost my Facebook share because I put evidence for everything já, and public that was done. já. They don't want people to be smart. Yes, That's the aim. yes, they wanna keep That's just the to kill IQ. all the people. Nei. They wanna keep the IQ low Yeah. and try to keep us that way. That's why they don't give tests to men, but they give hormones to women when they are going through their changing things like Menopause. menopause. But we go through changes because our test goes lower when we grow older, and Ok, elskum ykkur. Hæ, sjáumst á morgun. Ok, hvað, er ekki, hvað, já, ok, já, tjók, ok. but if you use test and you put a little bit estrogen in it, that stimulates your brain, and it's scientifically proven that from doctors that you get 20% smarter if you take a little test and a little estrogen with it, and then you're gonna get smarter. But doctors don't want you to get smarter. They want to keep us like sheeps, like they tried to do and they have done like they did in COVID, isolated us, and we are starting to be a lot isolated, stuck at home. Everything has changed, and it's like if you're going to visit a friend, you have to call him before you go and have a visit. But that was never in my days. You just ring the bell and had a coffee. And but they tried to, and that's their aim. And now I'm gonna change now. Vale. And now I'm gonna give you the opportunity to, if you haven't received God into your heart, then I'm gonna give you the chance to do that. And if you believe that God went on the cross and he died for your sin, and he cleansed you completely with his blood, and he rose on the third day, and he is alive today, then the Father, the Son, and the Holy Spirit is going to come into your heart, and he's going to save you, and you can have a personal relationship
with him. When he's saving you from all the things, the worries you have, and all these things you are struggling with, because he died for all mankind. And he saved all people, not just the Christians, all people. And that's the culture things they are trying to tell you that you are a very special person because you're a Christian person. And no, that's not true that we are something more than another person. We are just the same like the other persons. The only difference is that we who believe, we can talk to God, and God answers us and helps us to get through life. And that's the Christian life, and that's his promise that he gives us if we turn our hearts to him, and then he's gonna help us through life. Valey! Og ég ætla að gefa þér séns á því núna að fara með bæn hér með mér og frelsir bænina, og ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag, og þá mun hann frelsa þig, og frelsunin fólgin í því að þá mun þú geta snúið þér að Guði, tala við Guð. Já. Og hann frelsar þig undan öllum þeim vandamálum sem þú ert að ströggla við. Já. Og þetta loforði hans. Hann dó auðvitað fyrir alla menn og frelsaði alla menn. Og það þannig. Og Já. þú sem trúir, þú getur leitað til hans, tala við hann, og hann hjálpar þér í gegnum lífið, og hann gefur 120% styrk eins og rita í orði hans. Amen. En þú verður að fara í Hýbrú, þá mikið talað þessa 120% styrkingu sem ég lærði í gegnum Grace. Það eru Atli vinurinn. Já. Vaxtavörur. Þú verslar hjá Ægi, sé ég. Allir bestur. Nei, þú veist, ég eins og veist allir, þá ég náttúrulegur, og ég hef ekki æft í 2,5 ár. Allir minn, og ég spes eins og þú, allir minn, að við erum með okkar eigin fingrafar og Guð skapaði mig í sínu Þessi vaxtavörur á fornum, en já. Amen. Ég veit það. Já, þið eru svo flottir. Nú meinar. Já, ég næði þessu. Ég næði. Vaxtavörur, þetta var frá Bjarna. Það er ekki. Bætamannabúli. Bætamannabúli. Þetta var bætamannabúlin hjá Bjarna. Vaxtavörur. Já, minna að ég hafi fengið hann þar. En auðvitað allir við erum búin að fara út allt, allir minn. Og við erum... Þið eru búin að koma mjög við? Við erum búin að koma við allir. Og eigum okkar sögur, og allir búin að gera garðinn frægan hjá kvenfólkinu árin. Jú. Og ég man þá góðu skemmtilegu tíma, og allir á LA. Þetta voru góðu tímar, allir minn. Allir yndislegur
vinnur. Mikill rithöfundur og alveg rosa rithöfundur. Now we are not from New York, we are from Iceland, Reykjavík. Við erum á Íslandi og þetta bara mynd hér frá New York. Ég þarf að útskýra það, en ég meina, það er slæmt. Já. Já, það er spyrir hvað ég sé með New York. Jaha. I've been many times in New York. I love New York. It's great city. Hörðu, ég ætla að fara frelspanna. Allt good. Veistu? Já, við höfum að hittast allir mín og gaman að sjá þér. Já. Kemur í október. Besta við að ég komst ekki í afmælið þitt og fyrirgefðu mig það. Ég var veikur þennan dag. Ég ætlaði að koma og fagna með þér, minn yndíslegu vinur. Já, það var því. Og Kom eitthvað rosa stórt upp á. já, Var ekki andlát og og veikindi. Og veikindi, já. Já. Og skýði okkar bara á þessum degi allir minn. Og fyrirgefðu mig það að ég hafði ekki komist og Þú hefði verið í Hörpunni? já. Jú, við vorum að fara. Ég var að fara og ég var að fara til þín í afmælið á stóra afmælið þitt, 50 afmælið þitt, stóra. Já. Já, bætum þetta upp. Við bætum þetta upp, við förum eitthvað fínt út að borða og Gerum eitthvað skemmtilegt. gerum eitthvað skemmtilegt allir minn. Alltaf gaman að hlusta á sögur hjá þér allir, þú ert mikill sögumaður og elskar að hlusta á þig tala, Já. minn bestu vinur. Já. Elskar þig. En ég ætla að fara með frelsibænuna allir minn og og þú sem hefur ekki tekið við frelsibænunni, ég ætla að biðja að hafa þessu orð eftir mér og þú trúir í hjartaðir að Guð að dáða krossnum, hann dáði Kristi hennar og hann sé lifandi dag og þá mun hann koma inn í hjartaðir og hafði þá þessi orð eftir mér og Guð mun stíga inn í hjartaðir. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért svona Guðs. ég trúi að þú sért svona Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar Ég trúi að það dáið á krossinu fyrir syndir mínar og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að það risu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að það hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þó mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýja anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig nýju sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar að þér. og elskar að þér í Jesú nafni. Amen. 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 Já, ég veit að ég myndi vilja vera á Spáni með þér allir Hann megin. er að fara með þetta á Spáni. Ég þýl þetta hér á Spáni. Já, Amen. Amen. Ánægð með þig. Ánægð með þig. Halleluja. Halleluja. Það er gott að fá þetta á spænsku allir. Já, það er æðislegt maður. Þú myndi fara með þetta á spænsku, svona í hljóðupptöku. Já, þú veist að
Það er tungumáli sem vantar. Þú við playa þetta hérna. Það er með, það er með, Það er tungumál sem vantar, já. Já, það er mest talaða tungumál, þjóðartungumál í Já. heiminum. Það er spænska. Það er fínt líka einhvern kann rússnesku og hérna kínversku. Það er allt komið. Nei, bara hafa allan bakkan. Já, Fyrir alla. og indversku. Indversku, já. Það er þetta öllum tungumálum. En spænska er Mest talaðast það. er þjóðarmál í flestum löndum í heiminum. Og það veit hann allir. Allir er víðlesinn, Já. mjög víðlesinn. Mikið bókamaður. Já. And now I'm going to take the salvation prayer in English. So Yeah. have these words after me. Yes. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, I love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' Jesus' name, name, amen. And be welcome to the kingdom of God. Yeah. And be Amen. welcome to the church. And remember, the temple is your body, because Yeah. when God lives in your body, the temple is your body. It's Yeah. not a house. Og No. muni ávallt að þegar Guð býr innan með ykkur, að musteri Guðs er líkami ykkar, það er ekki líking. Nei. Og kirkjan eru við fólkið. And the church is the people, not a building either. No. These are just houses, and we are the church. Yes. Og við erum ekki virkilega gaman að sjá alltaf tala hér. Góður, bara fyrirgefi mér að allir er mjög kærkominn, og er gott að tala við hann því hann er erlendis og Já. hérna út allan heim. Ég broadcasta. Ég er búin að senda þér, Örvar, hérna, í engaskilabóðum YouTube okkar. Við náðum yfir 20 milljónir views og í gegnum stöðarnar sem við erum líka í gegnum. Og við náðum yfir 20 miljón manns á því tímabili, og Já. Guð er búinn að gera flotta hluti, og Amen. Já. það er í gegnum okkar tím sem við erum með, og það eru deilingar sem við deilum á milli, Já. og sem aðrir pastorar deila Já. útsendingum okkar.
og við stöndum saman sem ein heild við að boða góðu fréttirnar út um allan heim. Veitu, ekkert að fyrirgefa, blíp, er gaman að ykkur. Nei, tjók. Það verður kallað sér að stiff hér eftir ástakveður. Já, þetta er pastorstif. Já, Það má finna hann undir því nafni sko á læksíðum og á YouTube. já, og allir minn mikli rithöfundur, minn mikli penni. Það er alltaf gaman að þú myndi skrifa eitthvað fallegan pistil. Þetta ég veit að þú ert með alveg rosa rithöfund, allir minn. Og þú getur skrifað flotta ritgerð. Þetta var bara tjók, jú, segja blíp og það þannig að ekkert að fyrirgefa. Segja blíp, er gaman að hafa ykkur. Nei, gaman að ykkur, já. Jú, þú hérna skrifar eitthvað eins og þarna glæður í kvöldarskunni, já. Jú, sem er svo flotta rithönd, já, ertu að meina að skrifa hérna Það er allir með rosa. starfið, séra stiff. Jú, þetta er séra stiff, einmitt. Ha? Ég er alltaf gaman alltaf brosandi, alltaf brosandi. Já, þú ert búin að sýna mér á mikið, sko. Já, Já, allir. Atli og... Þið hafi ekki hitt hann, það er bara fyrst með því þekkja hann, sko. Atli og Vegas. Atli og Vegas. Hann gerði garðinn frægan. Já. Það er bara sannleikur og það verður ekki tekið af alla. Hann var, já, eins og maður segir, hann var vinsæll hjá kvenfólkinu. Enda með glæsilegan líkama og kunni að heilla. 1998, þvílíkt ár, eða hvílíkt ár, já. Það var þegar ég var með Tóskafi og hann var að vinna á LA. Já, samkeppni. Nei, hann var að vinna hjá honum síðan lögreglustjóra sem var vinur minn og allir, hvað var aftur nafni á honum hérna sem var að mann sem varst að vinna hjá hann sonur lögreglustjórans, hvað heit hann aftur? Hann var með góðu vinur minn. Já, Halli Bö, hann, ég leyfði honum, hann tók þá ákvörðun að fá að hann var mikið fyrir sopan og ég leyfði Halla að eyða síðustu dögunum út af því að hann var orðinn veikur út af drykkju og sem við vitum að allir menn og Já, það var hann. já, og Halli bað mig að fá að drekka inni hjá mér og fá að enda sínu síðust daga inn á Tóskafi og ég veitti honum ósina sem hann vildi. Já, hann fór 38 ára og hann sá aldrei án ginglasins, hvílíkur yfirmaður. Já, við Halli vorum mjög góði vinir
og hérna ég leyfði honum bara fyrir sína ósk og hann vildi fara svona og ég gerði það fyrir hann að því að hann fekk að drekka sín síðasta sopa inn á Tóskaffi og þar kvaddi ég hann og hann reyndist mér mjög góð vinnur og þó að við höfum verið í einhverju, business er bara business en vinátta er vinátta. Já. Nei, ég var að minna nafni. Já, rakandi einu sinni, já, ég meina, það er bara Halli. Já, við erum það aftur. Já. Ég var með bóðum líka, og svo var ég með fleiri staði líka, allir. Sem við viljum ekki, ég var með bóðum og ég var með marga staði. Ég var með svona staði sem við viljum ekki vera að segja hér allir. Þau hringi bara í hvern annan að tala þetta. Ég fá svona lengst aðeim öllum. Já, þú örvar hérna, ég man eftir Þórskaffi. Allir búin að vera að dansa, nei, það eru ekki allir að dansa hjá þér. En betur, var allir að dansa alveg í það? Já, ég var líka með Gentleman's Club. Manstu hvað það var? Allir, manstu hvað ekki, það er Gentleman's Club. Það var hérna í Dugguvoginum. Það skeiði ýmislegt þar. Svo var ég með Akureyri og svo var ég líka í samstarfi í Keflavík á Casino. Með vinum mínum. Við unnum saman. Svo var við vorum út allt. Þú sé ekki, þú skildar örvar að dans. Ha? Já. Ha, hvað voru í andana? Blessaður Andi minn, hérna, ég elska þig. Já, hæ Andri. Herðu, mér sjá. Svona, maður sjá. Lord's Pray, nei, bara. Við viljum enda þetta á fæðivorinu og með svona sumt sem það vill ekki vera. Þegar hann var vistustri. Já, hann Andri. Svo kemur Andri með leðan, hæ. Og vistustri. Þið er búin að vera eitthvað alveg, bara með daily prayer bara í ruglinu hérna. Nei, það er allt í lagi. Það má alveg tala sannleikann. Sannleikann, það er bara, það er frelsaður. Já. Amen. Já. Ég er að reyna að senda mynd hér en get ekki. Já, en það er eins og Andri veit, það var ýmislegt sem gefið Dugguvoginum og ýmsum öðrum stöðum og svo var líka Tangarhöfðin og það var ýmislegt í gangi. Við vorum út allt. Allir voru að senda mynd hérna. Getur sýnt hana bara? Já, með Halla. Með Halla? Já. Svo getur sýnt hana bara. Var það meiningin eða? Já. Svona á Messenger, já, við erum búin að hana.
er búinn að fá hana allir minn og ég ætla að vista þessa mynd. Ég ætla að eiga þessa. Takk fyrir þessa mynd, allir minn. Bara ekkert breyst, ha? Nei, hann verður ekki breyst. Við breytumst ekki. Við erum alltaf eins. Við erum alltaf eins. Og þetta 25 ára afmælið? Það ekki? Gulur og litinn. Nei, þetta er þegar Andri er með, veistlustjórun, 99? Já, þetta er 99. Já. Já, hann var gulur, já, rétt. Já, Vá, hann hann er var- að deyja úr skörpulöfri. Já. Öss, já, ekki sýndi það myndina, er það ekki? Ég kom með hana hérna. Og Takk fyrir þessa mynd, allir minn. Við væntum þessa mynd að hafa. Nei, Þó að menn héldu ofta að það væri árekstrar í business og annað en það var nú ekkert alltaf þannig að allir elskuðu við hvorn annan og við vorum svo þann sprelli gósaðir að þá hefur verið einhverju samkeppni í business að það var alltaf þegar við hittumst þá gátum við slettu klaufunum og haft gaman. Það er á þess að halda á það. Já, ég meðótti líka og líka þá komið upp áreistar og ég gekk frá hlutum eins og manst eftir allir að voru áreistarar og ég gekk frá þeim og það var allt gott þar á milli og eins og átt að vera. já, En business er business og menn verður alltaf að muna það að business er business. Business er ekkert persónulegt og það er ekki persónulegt. Business er bara business og vinir eru vinir en þeir geta alveg verið í samkeppni í ykkur en það þarf ekki að eyðileggja vináttuna þó menn séu í business og það er bara þannig. Og það er bara það eru tveir ólíkir hlutir. hvað? Við erum einn stýrtaðinn, samskinn þarf að vera. Já, og þetta er dragalegt að þetta skuli vera farið. Þetta er bara agalegt að þetta skuli vera farið allir minn. Er það ekki bara vókið? Þetta vók. Viðreist? Nei, þetta var Kvennahreyfingin og Ingibjörg Sólrún og liðið. Já, Svo voru vinstri sinnaða lið. Já, þetta var ekkert annað en að við fórum hérna eins og allir veit að upp úr 90 að þá fór allt hér í frjálsræði og svo kom bara ein regla og því ég barði skerninni bað veitingastæðina að koma saman út af því að þeir ætla að banna reykingar inn á veitingastöðum og ég ætla að fá það út af ég ætla að fá jafnrétti og þá ætla ég að fá að opna reykingarstað og til þess að sporna við því að þeir gætu farið að
mismuna að ég, þú veist, tók aður bara valgjast, bara fara inn á minn stað, það er reykt inn á mínu stað og þú þurftir ekki að fara þangað inn eða þú reyktir ekki. En þeir vildu ekki styðja mig í þessu í veitingarekstrinum og þá fór þetta eins og þetta fór að já, reykingamáli var til þess að þeir fóru og allt þetta frjálsræði, við vorum með staðinn og opnaði, það var verið að loka Kaffi Dómsinn og mínu staðinn á klukkan 2 og degi til og margt alveg hvernig þetta var og þeir slökktu á þessu öllu bara með því að fá þessi reykingalög í gang og þannig fór boltinn að rúlla og þá fór nágranninn að kvarta yfir hávaða og hinu og þessu og svo máttur ekki hafa bílinn í gangi fyrir utan spítalann og það var mengun og hitt og þetta og la og svo hefur verið tekið öll réttindi af okkur og allt frjálsræði sem maður var að berjast hérna fyrir þegar maður var pönkari þegar maður bjóði í þessu kommunistalandi með eina útvarpsstöð og eina Kaffi sjónvarpsstöð. Tomson, ekki minnast á það hóli. Var það ekki svaka eitthvað diskóstaður eða eitthvað svona? Já, Andri var nú dýra verið það. Og Gretar og strákarnir og þetta var góður tímar. En alltaf gaman að tala svona við vinina hérna. Já, leiða Svo við séum svona að fara smá út úr hlutunum. Það er bara, hér er eins og ég segi, hér eru engar reglur, hér eru engin boð og hér eru engin börn. Já, eins og Biblían segir. Það er engar kvaðir og það er engar kvaðir til þess að vera kristinn og við viljum sýna hér að hér er frjálst að tjá sínar skoðanir og hafa álit á hlutum og við elskum alla. Ég er bara business allir minn. Já, og við erum í kirkju og vinna fyrir þrótt. Mikið að gera. Sitja í hlæðslu. Konan komin í góða stöðu í þingflokk og Má segja frá því strax? Ég má nú ekki, ég má ekki opinbera það, en hún er komin svona í vara þingsæti. Máttu ekki eins og segja frá þessu? Já. Ok, sökkalsi. Hörðu, jæja. Já. Það heyrði þetta enginn. Jú, það er orðið opinbert þannig. Já, við erum að hittast í haust, já, þetta er hittast, já, ákveðlega. Nei, það er opinbert. Það er ekkert opinbert. Jú, Nei, listin verður hérna, það er búið. Nefndir á laugardaginn. Ok. Já, það er samt búið að nefna hluti, en það skiptir máli. En það er ýmislegir spennandi hlutir alltaf að skýja allir minn. Það er ánægður þegar kona sín getur. Já, góða nótt, við elskum þig. Takk fyrir kvöldið. Já, og við erum búin, ég er í útsendingunu og munið á allt að elska hvort annað. Amen.
Faðir vor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkom þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni, gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta orginal Faðir vorið. Já, og hérna á ensku. Og þetta orginal Faðir vorið. Amen. Því Guð mun aldrei leiða okkur, reyna að leiða okkur. Nei. Eins og kemur fram í Luther. Og svo við með þetta í ensku. Jöps. Það hérna. Hér kemur það. Hérna. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And keep us from temptation, so that we may stand against it. But deliver us from evil. This they have been taken out of the ritual. This is the ritual. Yeah. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. In Jesus' name, amen. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Amen. Og allir mundu þetta upprunalega faðirvorið og því að það kemur hérna fram í upprunalega faðirvorinu að haltu mér frá freistni. Já. En ekki leittu oss í freistni. Nei. Það vitlaust, hann fer aldrei að leita því í freistni, en þetta gerði Luther en upprunalega haltu mér frá freistni, því að kærleikur fer aldrei að leiða því í vitleysu. Nei. Og þetta ég elska það allir minn og við heyrumst og góða nótt og já. Góða nótt, elskum ykkur öll. Já. We love you all. We love you all. Good night. Love you here on Grace Church. And you're the team, you're the church. Yes. Remember that you are the church. Yes. You are the team here, and so this is your time. Yeah. Like it's our time with God. In Jesus' name, amen. Amen. In Jesus' name, amen. God bless. God bless. Bye. Bye. Heyrðist allir minn. Það svo langt. Hvað var það langt? 2,5